Við erum stödd í plastiðunni Bjargi Iðjulundi á Akureyri. Þar í boði starfsþjálfun og starfsendurhæfing. Starfsmenn fá þjálfun við ýmis verk í léttum iðnaðarstörfum. Einnig geta þeir fengið þjálfun við verslunarstörf, í eldhúsi og við ræstingar. Vinnustaðnum skipt upp í nokkrar framleiðsludeildir. Það eru 78 manneskjur sem vinna hérna og það eru reynda flestir í hlutastörfum. 50% svona aðal starfshlutfalli sem hjá fólki, en svo fólki í heildagsstörfum líka. Þannig að þetta töluvert stór vinnustaður. Mikil ásókn í vinnu hjá okkur? Já, það eftirspurn og fólk þarf að sækja í gegnum Vinnumálastofnun. Þannig að þetta fer í gegnum ákveðið ferli, umsóknarferli og svo bara biðlistar endar hingað inn. En fyrir þá sem að vinna hérna, hvað gefur þessi vinna? Hún gefur bara mjög mikið og það mikilvægt að fólk sé í virkni fyrst og fremst og fólk átti sig á því að það skiptir máli að vera í virkni. Þannig að Ísland ansi vinnumiðaland, þannig að það mikilvægt að fá störf við hæfi. Þegar þú talar virkni, ertu þá til dæmis að meina að það sé svona undirstaða fyrir hvern dag? Já, ég myndi segja það. Ég held að við getum verið saman það að fólk hafi eitthvað til að vakna til, hvort það með að vinna eða eitthvað annað. Og þetta bara, ég sé það hér, að þetta gefur fólki mjög mikið að hafa starf við hæfi. Hvernig meti þið síðan árangurinn af ykkar starfi? Það fer fram starfsmat og við mælum fólk, það að segja við mælum hvað afköst, það enda þannig, við verðum að hafa eitthvað til að miða við. Nú svo bara fer fólki fram hérna sem betur fer, þetta er þjálfun, við getum ekki ætlast til að allir séu útskrifist eftir fyrsta mánuðin, en það fer fram starfsmat hér. Sambærilega vinnustaði að finna víðsvegar land. Í kertadeildinni mikið að gera þessa dagana. Við erum að búa til mikið af kertum, handíðum kertum, gæðakertum, bæði fyrir inni og úti kerti og svo erum við með plastframleiðslu sem mjög stór þáttur af okkar starfsemi. Og svo erum við með smarra, við erum að selja rúmföt, eða sauma rúmföt, við erum að sauma mjólkursýr, svo eitthvað sem nefnt. Þannig að þið aflið töluvert að tekna? Já. Þetta alveg vinnustaður. En kertadeildin, það mæðir mikið á henni núna, væntanlega, það að koma aðvenda? Það mæðir mjög mikið á kertadeildinni og starfsemin á fullu, ef ég má segja svo, sko. Og allir leggjast á eitt við að pakka og framleiða. Við skulum ekki bíða boðanna, heldur heimsækja kertadeildina. Hér allt á eins mikilli kistu og mögulegt að hafa. Og láta þetta ganga vel upp fyrir jólin. Hversu stór deild þetta? Þetta svona starfsmenn hér eru jafnaði 6 til 8 og hér allt komið á fullan sving fyrir jólin, út í kertin, veislukertin og við þurfum að leggja verulega vel á ef við ætlum að standa undir okkur. Og núna svona að detta inn tíminn sem að allir kaupa kerti? Já. Hann byrjar hægt og rólega svona miðan ágúst og svo þegar nóvember þetta gengur í garða þá fara menn að kveikja mikið á kertum og svo nær þetta hápunkt í desember. Svo hægir aðeins á ferðin eftir áramót. En ykkar svona vörulína, hún breið? Já, við erum með 10 liti af kertum, sem sagt, veislukertum og framleiðum það í nokkurum stærðum. Og einnig framleiðum við altariskerti fyrir Akureyrarkirkju og fleiri kirkjur hérna í nágrenninu. Og svo það út í kertin okkar hérna, þau veru gríðarlega stór þáttur. En þetta talsverð kunst að búa til kerti? Já. Þetta ekkert svona ekki skeður í kvelli, til dæmis að búa bara til eitt veislukerti í svona dífu eins og hér á bakvið okkur, að það tekur svona 1 klukkutíma og 3 korter. Og þá svona helmingurna framleiðsluferlinu náð. Eftir það förum við í frágang á kertinu og það tekur dálítinn tíma. Munurinn á handgerðum kertum og svo verksmiðjukertum? Já, við erum með dýfið kerti, það að segja þá dýfum við steipum þau ekki, þar sem við steipum fer í mótahöllu jöfnu. Þegar við erum að dýfa svona kertum þá þetta massíft, alveg hreint eins og ég segi alltaf, þetta bara eins og eik. En mörg kerti sem koma úr verksmiðjunum búin til í háþrýstitækjum, þrýst saman, þá þetta mjög fínt duft eins og svona salt og þrýst saman þar. Og það gefur stundum góða raun og stundum ekki. Þannig að ykkar kerti, hér vanda til verka? Já, þetta háklassa framleiðsla. Og verulega vandaði frá endafráganginu á það sem litunum fer á sér stað, þar sérstakt vaks sett utan á kertin.
En erum við Íslendingar nógu duglegir að skila inn kertaafgöngum þannig að notist áfram? Nei, engan veginn. Ég myndi áætla að vera að flytja inn svona 450 til 500 tonn af kertum á ári. Ég myndi halda að urðun væri svona 150 tonn af kertum sem eru bara grafin í jörðu og þetta hörð unnin olía sem að gæti helst 100 ári í jörðu. En við getum hæglega unnið bara hér hjá okkur með 15-20 tonn á ári en við fáum ekki nema svona 6,5 til 7. Og þessi 6,5 til 7 tonn, það árangurinn eftir 25 ára prósess. Það náttúrulega ekki nóg gott. Nei, það engan veginn nóg gott. Og við vildum gjarnan sjá þetta að fólk virkilega tæki sér á núna og færi og skila þessu á endurvinnslustöðvar. Það lykilatriði. Þannig að þið getið síðan haldið áfram með efnin? Já, við getum notað allt sem heitir kertavax. Það alveg í sama hvers lags ílátum það ekkert vandamál fyrir okkur. Glerkrukkur, hverju sem Ertu búin að vinna lengi hérna? Já, ég man ekki hvað ár það Ég búin að vera hérna síðan að byrja að því næstu því. En að vinna í kertadeildinni, það svolítið mikið vandi? Já, það mjög vandi. Og það bara mjög skemmtilegt að vinna við kerti, það bara æðislegt. En það þarf að dýfa svolítið oft onni áður en kerti verður nú tilbúið? Já, svona 30-40 niður og það bara að passa að verða ekki of heitt, svo verða ekki of mikið kalt. Þetta svolítið mikið vandi? Já, mjög. Hefur einhvern veginn eitthvað klikkað hjá þér? Já, ég mist nokkra svona krónur onni í kertavaxið. Og það bara bara slys sem kemur. Bara eins og gengur og gerist í lífinu? Já. En þú sjálf, ertu svona kertastelpa? Já, en ég nota nú bara gervikerti núna og svona ljósum. En á jólunum þá færðu þér alvöru kerti? Já. Það geri ég. Gaman að vinna hérna? Já, mjög gaman. Og það bara ég get ekki lýst því, ég bara glöð hérna og mér líður betur að vera hér á afmælisstöðum.